Komið sæl og velkomin á þennan annan kynningafund Síldarvinnslunnar síðan hún skráði á markað. En við ætlum að fara í dag í gegnum uppgjör annars ársfjórðungs og fyrstu 6 mánaða. Og þið getið sent inn spurningar inn á fjárfestir@svfn.is. Nú, ég held við getum við erum nokkuð ánægð með fyrstu 6 mánuði ársins og ætlum að fara í gegnum helstu þætti úr starfseminni á öðrum ársfjórðungi. Það var góður gangur í veiðum og vinnslu á kolmunna og bolfiskveiðar gengu vel. Við erum að sjá aukningu á bolfiskveiðinni. Sala loðnuafurða og úrvinnsla á loðnuvertíðinni gekk vel á fjórðungnum. Við gengum frá kaupum á öllu hlutafé í Hallfreðssyni á Akranesi og við erum að vinna að sameiningu félagana frá með 1. júlí. Það var stór aðgerð þegar SVFN eignafélag var afhent til eigenda Síldarvinnslunnar þann 9. apríl síðastliðinn. Við fengum nýja börk inn til okkar í byrjun júní og hann byrjaði að veiða í júní og allt hefur gengið vel þar. Við byrjum makrílvertíð miðjan júní sem við höfum ekki gert svona snemma síðustu ár. Síðast en ekki síst þá var breyting á stjórn félagsins. Hann var haldinn hluthafafundur á fjórðungnum. Baldur Már Helgason kemur inn í stjórnina í staðinn fyrir Inga Jóhann Guðmundsson en Ingi fór yfir í varastjórn og úr varastjórn gekk Halldór Jónasson. Ég ætla að skella mig bara í helstu lykiltölur úr rekstri. Fjórðungurinn var með $47 milljónir í tekjur, samanborið $29,7 milljónir árið áður. EBITDA framlegð var $12,8 milljónir í staðinn fyrir $4,1 milljónir árið áður. Hagnaður tímabilsins nam $31,6 milljónir en þar vegur mjög þungt yfir $23 milljónir söluhagnaður vegna afhendingu hluta í Sjóvá. Meðal gengi tímabilsins á dollar var 123,5 staðinn fyrir 141,2 árið áður. Krónan hefur verið að styrkjast. Við veiddum 39.000 tonn í staðinn fyrir 41.000 tonn árið áður. Framleiddar afurðir nema tæplega 14.500 tonnum, ívið minna en árið áður. Vegur þar helst minni framleiðsla á kolmunnaafurðum. Efnahagur félagsins sterkur, við erum með eignir upp á $603,9 milljónir, eiginfjárhlutfall félagsins 65% en var 68% áramót. Nettó vaxtabindandi skuldir deilt með EBITDA miðað við EBITDA síðastliðna 12 mánaða 0,83 en var 0,69 á 2020. Ef við skoðum þessar sömu lykiltölur fyrir fyrstu 6 mánuði ársins, þá fyrirtækið erum við með $99,4 milljónir í veltu og sem umtalsverð aukning frá árinu áður þar sem við vorum með $59,1 milljónir og vegur þarna loðnuvertíð mjög þungt. EBITDA framlegð tímabilsins $32,7 milljónir á móti $12,4 milljónir á sama tímabili fyrra. Meðalgengið 125,8 á móti 134 krónum. Við veiddum 67.300 tonn á móti tæplega 60.000 tonnum, eða 60.000 tonnum árið áður. Við framleiddum 32.600 tonna afurðum í staðinn fyrir 24.400. Þannig að þarna vegur náttúrulega mjög þungt framleiðslan á loðnu afurðum. Botnfiskaflinn skipin okkar veiddu á fjórðungnum 6.300 tonn í staðinn fyrir 5.200. Þannig að umtalsverð aukning á veiðinni. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega í þessa mynd, hún í kynningunni, svona ykkur til frekari fróðleiks og upplýsingagjafar veiðina á bolfisk í fjórðungnum, eins stöðu aflaheimilda. Og á 6 mánuðunum vorum við með 11.700 tonna veiði á móti 10.000 tonna veiði. Það var aukning í bolfiskveiðinni á þessu tímabili. Og þið getið séð hér eftir tegundum hvernig það skiptist á milli tegunda. Uppsjávaraflinn á fjórðungnum vorum við með 32.000 tonn, eða tæplega 33.000 tonn á móti 36.000 árið áður. Þarna vegur náttúrulega, þetta bara kolmunnaveiði sem við erum að veiða á þessum fjórðung.
og það sem skýrir náttúrulega minni kolmuna við var samdráttur í kvótum og síðan sjáum við eins og áður stöðu aflaheimilda þarna hægra megin. En uppsjávarskipin eru með 55.000 tonna afla á fyrstu 6 mánuðunum á móti tæplega 50.000 ári áður og það eru auðvitað loðna sem kemur þarna mjög sterk inn eins og þið sjáið að þá erum við með 16.000 tonna loðnuveiði en það er samdráttur í kolmunanum á móti 10.000 tonn sem helgast auðvitað því að við vorum að sinna loðnu meira en núna. Nú hérna eru tölur fyrir landvinnsluna á öðrum ársfjórðungi og það er svona bara til fróðleiks og framleiðsla afurða. Ef við skoðum þetta fyrir fyrstu 6 mánuði þá eru fiskimjölsverksmiðjurnar búin að taka á móti 71.000 tonnum. Nei, taka á móti 60.000 tonnum á móti 71.000 tonnum ári áður. En síðan sjáum við auðvitað gríðarlega aukningu í landvinnslunni. Þar erum við komin yfir nálgast 11.000 tonnin á fjórðungnum og þar munar auðvitað mikið það við unnum makríl í júní. Við höfum ekki byrjað makrílveiði svona snemma síðustu ára á framleiðslu. Unnum 1.500 tonna makríl í byrjun miðja júní. Svo sjáum við bolfiskmóttökuna hjá okkur. Það er náttúrulega gríðarlegur samdráttur þar á milli í þessum samanburði á milli tímabila en þar vegur náttúrulega langt þyngst að það var á síðasta ári vorum við að taka bolfisk hér í Neskaupstað vegna loðnubrests sem við gerðum ekki á. Nú ef við rúllum aðeins yfir reksturinn að þá fjórðungurinn var með $47 milljónir í tekjur og gjöld upp á $34 milljónir. Þannig að EBITDAn er 12,8 á móti $4 milljónir fyrir sama tímabil árið áður. Þannig að þetta er mikill viðsnúningur og þarna erum við auðvitað að selja og losa loðnuafurðir á tímabilinu sem vega þungt í þessum viðsnúning. Rekstrarhagnaður er $10,4 milljónir á móti 1,6 árið áður. Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld eru jákvæðir $600.000. Nú, við erum að sjá þarna mun á áhrif á rekstri hlutdeildarfélaga og það helgast auðvitað fyrst og fremst af því að á þessum fjórðungi er hlutdeild okkar í hagnaði Sjóvá ekki inn í tölum félagssamstæðunnar, komið út úr samstæðunni. En að sama skapi er þarna sem við köllum einskiptis söluhagnaður sem er $23,6 milljónir sem að reiknast inn við afhendingu á hlutum í Sjóvá til hluthafa. SVF eignarfélagi yfir til hluthafa. Söluhagnaður af þeim gjörningi var $23,6 milljónir inn í bókum félagsins. Þannig var hagnaður fyrir skatta $34,2 milljónir, reiknaði skatta 2,9 og hagnaður tímabilsins $31,5 milljónir. Á móti $7 milljónir árið áður, en sé áhrif Sjóvá tekin út úr þessum tölum að þá verðum við að tala tæplega $8 milljónir í hagnað tímabils á móti 7. Nú, ef við skoðum fyrstu 6 mánuðina, þá erum við með tekjur upp á $99,2 milljónir, $99,4 milljónir og kostnaður rekstrargjöld upp á 66,6 eða EBITDA framlegð upp á $32,7 milljónir á móti $12,3 milljónir árið áður. Þarna er líka gríðarlega mikill viðsnúningur sem eins og áður sagði má rekja til loðnuvertíðar. En þess ber að geta og ég fer yfir það í mynd á eftir betur að það er líka einskiptiskostnaður inn í þessum reikningum vegna skráningu félagsins á markað og afhendingu hlutabréfa til starfsmanna. Þar erum við að tala einskiptiskostnað upp á einhverja $3,6 milljónir. Nú, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld eru jákvæð $4,4 milljónir. Þarna er mikil viðsnúningur á milli tímabila sem á rekja til stöðu afleiðusamninga og gjaldmiðlasamninga. Áhrif hlutdeildarfélaga er upp á fyrirgefið hagnaður fyrir skatta er $59,5 milljónir og tekjuskattur reiknaður 6,8, þannig er hagnaður tímabilsins $52,6 milljónir. Og það má í rauninni segja það að ef við skoðum þennan reikning og að áhrif á Sjóvá eða SVF eignarfélag sem fór með eignarhlut okkar í Sjóvá sem var færður til hluthafa, að þegar áhrif af því félagi er tekin út að þá eru það einhverja $26 milljónir. Það er að segja
Það er þessi söluhagnaður á hlutabréfum upp á 23,6 auk þess sem að við áttum hlutdeild í hagnaði félagsins fyrstu 3 mánuðina. Þannig að það má segja að það sé tæplega helmingur af þessum hagnaði sé tilkominn vegna þessa SVFN eignafélags sem þá komið út úr reikningum félagsins núna. Nú ef við rúllum svona fljótt yfir hagnaðarbrú fyrir, bara svona helstu breytur á milli ára og þið getið líka að skoða þessa kynningu frekar, hún náttúrulega aðgengileg. En við vorum með $7 milljónir árið áður fyrir annan ársfjórðung síðasta árs og það er breyting á EBIT upp á $8,7 milljónir. Það er breyting á gengismun upp á $1 milljón. Það er neikvæð breyting á afleiðusamningum upp á 3,4 og hlutdeildarfélögum upp á 3,5 og þar munar náttúrulega að Sjóvá er komið út á þessum fjórðungi. Síðan kemur þessi jákvæða breyting inn í tölurnar hjá okkur sem er afhending á eignarhlutum í SVFN eignafélagi sem skapar $23,6 milljónir í söluhagnað eins og áður sagði og síðan er reiknaður tekjuskattur 1,6, þannig fáum við hagnað tímabilsins 31,5. Nú ef við skoðum hagnaðarbrúna fyrir fyrstu 6 mánuðina þá vorum við ekki með mjög góða afkomu fyrir 6 mánuði 2020. Við vorum með tap upp á tæplega $600,000 en núna er umbylting í EBITDA framleidd upp á $20 milljónir. Jákvæður gengismunur upp á $9,4 milljónir og verðbréf afleiðu jákvæður með það tímabil upp á $5,8 milljónir og síðan hlutdeildarfélög 1,8 og afhending dótturfélags 23,6 og síðan reiknaður tekjuskattur 7,4. Þannig fáum við hagnað upp á $52,6 milljónir. Nú ef við förum aðeins í starfsþættina þá er útgerðin hjá okkur með rekstrarhagnað fyrir afskriftir upp á $13,5 milljónir og tekjur upp á 48,5. Landvinnslan er með $22,9 milljónir af þessari EBITDA framleidd hjá okkur og veltu upp á 69,6 eða $7 milljónir. Og annað sem er þá fóðurverksmiðjan Laxá og skrifstofa og stjórnunarkostnaður er með tekjur upp á $10,5 milljónir og neikvæða EBITDA framleidd upp á 3,7 og þar vegur auðvitað mjög þungt einskiptiskostnaður við skráningu félagsins á markað á tímabilinu. Nú ef við skoðum EBITDA-brú eininga hjá okkur eða sviða þá vorum við með $12,3 milljónir á þessu tímabil, 6 mánaða tímabil 2020 í EBITDA. Útgerðin er $3,6 milljónir betri nú en þá og landvinnslan er með $18,8 milljónir í betri EBITDA á meðan annað lækkar $2 milljónir og þannig erum við með $32,7 milljónir í EBITDA framleidd á fyrstu 6 mánuðum 2021 og þetta skýrir munin. Nú að því ég minntist á einskiptiskostnað áðan sem á skýringu 10 í reikningnum sem er aðgengilegur núna að kostnaður við skráningu félagsins var $1 milljón. Síðan sá gjörningur að afhenda hlutabréf til starfsmanna í útboðinu þá vorum við að afhenda starfsmönnum og virði þeirra bréfa var $1,5 milljón. 301 starfsmaður sem fengu bréf og upphæð bréfanna voru 8.000, 10.000 og 14.000 hlutir, fór eftir starfsaldri hjá félaginu. En það voru skattaáhrif og skattar sem að starfsmenn þurftu að greiða bréfunum, þá var tekin ákvörðun það í stjórn félagsins að greiða launauppbót til að mæta þeim skattgreiðslum og það er $1,1 milljón. Þannig að það má segja í rauninni að við það að afhenda þessi bréf og gera launabónusa upp á $1,1 milljón eða launauppbót að ríkissjóður fékk beint í formi skatta og tryggingagjalds tæplega $1 milljón út úr þessum gjörningi af þessum $2,6 milljónir. Nú, leiðréttingu RSK vegna áranna 2016-19 eins og kom fram í skráningarlýsingu félagsins. Það var félagið undir skoðun frá stórfyrirtækjaeftirliti ríkisskattstjóra og það komu nokkra misfellur eða svona hluti sem þurfti að leiðrétta í ljósi þeirri skoðun og við höfum klárað það mál með ríkisskattstjóra og það er $500,000 sem fóru í greiðslu til RSK vegna
álagningar þessara ára. Nú efnahagur félagsins eins og áður sagði, hann sterkur. Við erum með óefnislegar eignir $275.000 í lok til 37. Og það hækkar $48.000 og breytingin þarna fyrst og fremst vegna kaup okkar á öllu hlutafé í að Bergur Vestmannaeyjum kemur inn í samstæðuna og eins keyptum við 12% hlut í Runólfi Hallfreðssyni á tímabilinu. Nú rekstrarfjármunir eru $168 milljónir á móti $148 milljónir árið áður og þarna breyting sem má helst rekja til fjárfestinga í nýjum bergi, nýju skipi. Nú fjáreignir eða eignarhlutir í hlutdeildarfélögum og öðrum félögum lækkar $18 milljónir og lækkar $22 milljónir og það fyrst og fremst bara út á afhendingu á SFN eignarfélagi yfir til hluthafa. Þannig að fastafjármunir samtals eru upp á $461,8 milljónir og þeir hækka $45,3 milljónir. Nú veltufjármunir félagsins eru upp á $129 milljónir og áramót $152 milljónir. Fastafjármunir sem haldið til sölu. Þessi liður heldur utan skip sem við erum með í sölu. Við erum meðal annars selt Berg V44 til Vísis í Grindavík og erum bara þessa dagana að klára að afhenda skipið. Og síðan erum við með Bjarna Ólafsson AK til sölu og erum með kauptilboð í hann sem skýrist nú, það voru ákveðið fyrirvarar í því og það skýrist þá á næstu dögum hvort af verður og eins verksmiðjan í Helguvík, það ekki búið að afhenda hana ennþá, þannig að hún inn í þessum lið. Þannig að veltufjármunir samtals telja $142 milljónir, þannig eignir samtals eru upp á $603,9 milljónir. Nú eigið fé félagsins, það $390.000 á móti $386.000 áramót, breyting upp á $4 milljónir. Þarna hvet ég ykkur bara til að skoða eigið fjárskýringu í reikningunum sem að liggja frammi. En auðvitað stingur í augu að vera með þetta mikinn hagnað en litla breytingu á eigið fé helgast náttúrulega því að við vorum að afhenda eignarhlut í SFN eignarfélagi til hluthafa á tímabilinu sem að voru $54 milljónir. Nú langtímaskuldir og skuldbindingar félagsins eru $170 milljónir á móti $73 milljónum áramót. Skammtímaskuldir félagsins eru $42,5 á móti $110,5. Þannig eru skuldir samtals $213 milljónir á móti $183 áramót og eigið fé skuldir samtals $604,9. En þarna kannski bara vert að benda á það að það sem að gerast á skuldahliðinni hjá okkur að við vorum einfaldlega að endurfjármagna félagið og gera samkomulag við okkar viðskiptabanka og breyta skammtímaskuldum sem voru teknar í tengslum við kaup okkar á Bergi í Vestmannaeyjum yfir í langtímaskuldir. Nú, ef við förum í gegnum sjóðstreymið þá vorum við með handbært fé í byrjun árs upp á $90 milljónir. Veltum frá rekstri á tímabilinu eru $30 milljónir. Nú fjárfesting í rekstrartengdum eignum er upp á $7,5 milljónir sem þar vegur þyngst auðvitað fjárfesting í fiskimjölsverksmiðjunni í Neskaupstað, framkvæmdir eru hafnar. Nú varanlegir rekstrarfjármunir $23 milljónir, þarna erum við að fjárfesta í skip í smíðum og og síðan erum við með fjárfest í dótturhlut í félögum upp á $42 milljónir og handbært fé sem að fer út úr samstæðunni eru $7 milljónir. Það semst handbært fé sem stóð inn í SFN eignarfélagi þegar það var afhent hluthöfum. Nú arður frá hlutdeildarfélögum upp á $3 milljónir. Það arður sem við fengum frá SFN eignarfélagi eða sjóá á fyrstu 3 mánuðum ársins. Þannig og fjármögnunarhreyfingar eru jákvæðar upp á $19,7 milljónir og handbært fé í lok tímabils upp á $63 milljónir. Nú, ef við förum kannski bara yfir helstu verkefni sem að brenna á okkur núna, þá erum við að vinna í þessari sölu uppsjávarskipi og haraða í þeim flota, sameina Runólf Hallfreðsson. Þetta alltaf mikil vinna í fyrirtæki, í sjávarútvegsfyrirtæki við kvótaáramót, þá verðum við að ljúka kvótaári og byrja nýtt og það er þetta dálítið handleggur í kringum það.
Við erum að selja berg eins og kom fram og þar erum við að byrja að skrifa í því að hagræða í bolfiskflota félagsins. Við erum að verða fyrir mikil skerðingu á heimildum. Bolfiskmegin, framkvæmdir við stækkun verksmiðjunnar í Neskaupstað eru komnar á fullt skrið og stækkun hrognavinnslu. Nú aðeins bara þegar við erum að fara inn í nýtt fiskveiðiár og það voru eins og hefur verið öllum í ljóst að það voru mikla skerðingar og óvæntar skerðingar á okkur eins og í bolfiski. En það mikilvægt að við komum því, þessi mynd sýnir kannski styrk félagsins og síldarvinnslunar. Það að segja blandað félag sem með eggin í þeirri neitt í körfu. Við erum stórir í síld, við erum að hafa mikla aukningu í síld, yfir 160, við erum að fara úr 4.700 tonnum í 11.400 tonn í íslensku síldinni og við erum að tapa einhverjum 1.500 tonnum af bolfiskheimildum á móti. Og bara til þess að setja þessi 1.500 tonn í eitthvað samhengi þá jafngilda þau, það eiginlega sambarlegt við þann kvóta sem kom inn í samstæðuna við kaupum á berg í Vestmannaeyjum. Þannig að það má segja að ráðgjöfin hafi þurrkað út kaup okkar á því félagi í aflaheimild inn í samstæðuna. En þegar við horfum á þessa mynd sem nú blasir við og við höfum svona lagt gróft mat á, þá viljum við meina það allir að síldarvinnslan sé jafnsett með þessa aukningu í síldinni, hún muni vega upp skerðinguna í bolfiski þegar kemur að afkomu félagsins. Nú, ef við aðeins tölum við markaðina, þá eru þessar blessuðu seinni bylgjur í COVID, þær eru eðlilega að valda aðeins óróa í kringum markaði sem voru að mörgu leyti verið að taka vel við sér og hafa tekið vel við sér frá því í vor. Frá því að þeir fóru í mesta frosti þegar þetta var skall sem þyngst á heimsbyggðinni. Nú makríllinn, við erum í makrílverki núna, hún er svona farin að síga á seinni hlutann, en veiðarnar hafa gengið vel, myndi ég segja. Það er meira fyrir en haft. Við erum í veiðisamstarfi með okkar skip og í samstarfi við 2 skip sem Samherji gerir út líka, þannig að við erum 5 skip saman í veiðisamstarfi. Og þar hefur verið náttúrulega mjög gott samstarf við sjómennina og þetta veiðisamstarf hefur gert það að verkum að við höfum náð í rauninni að halda dampi í vinnslunni og veiða okkar heimildinni. Þetta er búið að vera langt að sækja og á tímabili hafa gæði í hráefnisins verið erfið. Það hefur verið áta og stærðin mismunandi á fisknum, þannig að við höfum kannski, það hefur verið svona erfiðara við þetta eiga en undanfarin ár en hefur samt verið að siglast held ég bara mjög farsælega í höfn. Og það hefur gengið vel að selja, við höfum selt töluvert af okkar framleiðslu nokkuð fljótt. En síðan er veiðin að aukast mjög mikið hjá Norðmönnum og við vitum ekki alveg hvaða afleiðingar það mun hafa inn í okkar helstu markaði. Þegar kemur að síldinni sem tekur við að makrílum þá erum við bara mjög bjartsýnir þar. Við erum með tóma markaði og það er töluvert eftirspurn. Vissulega var norsk-íslenska síldin að tapa MSC-vottun. En við höfum ekki séð kannski áhrif af því inn í markaðina hingað til. Síðan er þessi aukning í íslensku síldinni auðvitað mjög spennandi því að við bindum vonir við það að hún verði einfaldlega í lagi, við erum að vonast að vera minni sýkingi í henni. Og hún er með MSC-vottun, þannig að það verður spennandi að sjá hvaða tækifæri það felur í sér. Þegar kemur með mjöl og lýsi þá erum við bara að glíma við það eins og með kolmunnamjölið. Hann misti allar vottanir á veiðunum áramót og það hefur þýtt verðlækkun á kolmunnaafurðum. Við þurfum að selja það inn á aðra markaði en þessa hefðbundnu fiskeldismarkaði. Á móti kemur að verð á vottuðu mjöli er mjög sterkt og það er bara mjög gott útlit fyrir mjöl- og lýsismarkaði og það er verið að vinna að vottun kolmunnastofnsins sem að fiskeldisframleiðendur sætta sig við og við bindum bara vonir við að það klárist á næstu mánuðum. Þegar kemur að bolfiskinum þá hafa markaðir verið að taka, eins og ég segi, það hefur verið að taka töluvert við sér í sumar og við höfum verið að sjá alltaf þorsk, ýsu og ufsa afurðir ganga mjög vel í sölu og verð hafa verið að styrkjast. Það verið þungt í einhverjum tegundum eins og karfa en heilt yfir held ég að allan að með að hvernig þetta leit út í bæði fyrir árið síðan og núna á vetrarmánuðum að þá hefur þetta verið hellingsstígandi í mörkuðu. Nú, ég held að
svona í lokin að sé bara mikilvægt að átta sig á því að þetta sést vel í þessu uppgjöri hvað ein loðnuvertíð getur gert fyrir fyrirtæki eins og Síldarvinnsluna og í rauninni bara fyrir þjóðina. Þetta náttúrulega gríðarleg innspýting inn í þjóðarbúið og það sýnir líka að fá þetta lítið magn eins og var núna og vinna hvert einasta kíló eins og var gert hérna á Íslandi til manneldis í hæstu verð og markaði náttúrulega tómir, að þetta það má náttúrulega fyrst og fremst rekja þetta til mikilla fjárfestinga fyrirtækja, bæði fyrirtækjana í skipum og vinnslum og tæknilegum vinnslum og síðast en ekki síst þetta bara innan fyrirtækisins og held í íslenskum sjávarútvegi almennt bara ofboðslega mikill mannauður og þekking og brýnt að við séum með stöðugleika í kringu þessa grein bæði hér innanlands og þetta í mörkuðum erlendis. Annars ég nú ekki með frekari orð og það þá bara komið, ef það einhverja spurningar að svör, einhverja spurningar og gefum hérna ein spurning og hún hljóðar svo. Í útboðskynningu kemur fram að EBITDA verði 72 til 79 milljónir dollara fyrir 2021. Hvernig lítur svo spá fyrir ykkur út núna? Já, eins og staðan núna og í þessum 6 mánaða uppgjöri erum við á áætlun með okkar, við erum á áætlun og við höfum ekki séð ástæðu og teljum okkur vera innan þessara marka eins og staðan núna. Og enda munum við væntanlega senda út tilkynningu ef eitthvað óvænt kemur upp sem breytir því. En við sjáum ekkert í spilunum í dag sem þannig við teljum okkur geta staðið við það að vera innan þessara marka. Að vera með EBITDA frá félagsins í 72 til 79 milljónir dollara á árinu. Það frekari spurningar? Nú það var ekkert meira, þannig ég bara í lokin ætla bara að þakka ykkur sem að hlýddu og koma á fundinn. Og við erum svona auðvitað stödd hér austur í Neskaupstað og höfum þurft að byggja upp okkar svona útsendingabúnað svona dálítið sjálfir og með okkar fólki hér, þannig að síðast vorum við í smá vandræðum. Ég vona að þetta hafi verið betra og ég þakka ykkur bara fyrir að hafa komið og hlýtt á.